Pétur Valdimar Jónsson, bóndi í Teigi í Vopnafirði og landeigandi við Hofsá, hefur verið gjaldkeri veiðifélags Hofsár og Sunnudalsár í hartnær 30 ár. 6 af þeim jörðum sem Ratcliffe hefur nú keypt hlut í eru við þessar ár og hann hefur með kaupunum tryggt sér 3 atkvæði í veiðifélaginu í viðbót við 4 sem hann hafði fyrir. Við höfum verið að rekja þetta eignarhald og við erum búin að sjá það að Ratcliffe er búin að kaupa af Jóhannesi allt þetta inn í Sunnudal. Ég náttúrulega hef ekki fylgst með, ég held að hann hefði keypt bara það sem kallað var Grænaþing og það var ekki hér við þessar ár. Pétur vissi sem sagt ekkert um kaupin. Ratcliffe hafði hátt í 2-faldað atkvæðafjölda sinn í veiðifélaginu án þess að gjaldkerinn hefði frétt af því. Heldurðu að þetta sé góð þróun eða slæm? Mér finnst þú slæm, sjálfur. Þetta er orðið eiginlega eins og bara nýtt land ná, af vísu. Hvað ætli aðrir stjórnarmenn viti? Þjóðkirkjan er stærsti landeigandinn við Hofsá sem er kennd við kirkjujörðina Hof. Sóknarpresturinn situr í stjórn veiðifélagsins. Ætli hún hafi góða innsýn í hver á hvaða jörð? Nei, ég myndi ekki segja það. Það hefur náttúrulega bara verið óbúslega mikil hreyfingu á öllu þannig að það er erfitt fyrir fólk og ekkert bara okkur í veiðifélaginu heldur bara alla að fylgjast með því sko. Og það er pínu óþægilegt. Þuríður kveðst hafa vitað að Ratcliffe hefði í fyrra keypt hlut í 3 jörðum við Hofsá og Sunnudalsá en hún vissi ekki að þær væri raun 6. Kveikur reyndi í rúmlega 5 vikur að fá viðtal við Ratcliffe og í síðustu viku fékkst á endanum það svar að ekki væri hægt að koma því við í tíma. Upplýsingafulltrúi INEOS vísaði á íslenskan framkvæmdastjóra í félögum Ratcliffes. Hefði ekki verið eðlilegt að upplýsa þessi kaup innan veiðifélagsins? Jú, það getur vel verið. Sko, en það er milli Jóhannes og Ratcliffes að upplýsa það og ef það er einhverjir sem eru ósáttir það að hafa verið útundan þá beðst ég bara afsökunar á því og það hefði þetta átt að upplýsa alla allt.